Brekkukotsannál, 25. kapítuli. Maður í kirkjugarðinum. Á löngu stétt sáust þess merki að eitthvað væri í bígerð, að þessu sinni hjá foldinni. Þessi ritstjóri ætlaði ekki að láta við sitja að mála, heldur útvegaði sér smiði að gera upp svalirnar hjá sér með rendum pílárum. Þær mundir var ritstjóri foldarinnar talinn manna líklegastur að verða konungsráðgjafi upp úr næstu kosningum. Nú flýgur sú fiskisaga að þessi höfðingi ætli að efna til veislu á laugardagskvöld og væru þar boðnir til mannfagnaðar allir heldri krambúðareigendur og konsúlar þeir sem mestur sómi var að í landinu, svo og herforingjar af dönskum varðskipum, ef slík kynnu að hittast fyrir á landgrunninu. En sérlegur tignargestur skyldi sá vera, þá var kominn í landið á frönsku herskipi, Garðar Hólm, óperusöngvari. Að þessu sinni var ekkert sett í blöðin fyrirfram. Því menn höfðu reynslu af því að vissara sé að hafa vaðið fyrir neðan sig þegar talaði frægðar menn. En þó hvorki væri auglýst né prentað að sinni, þá gat bæjarmúrinn sér þess til að svalirnar veru píláraðar upp til þess að Garðar Hólm geti stigið þar fram að heilsa landinu með söng þegar hann væri búinn að borða. Það var einn síðsumar morgun á Suðurgötu. Hafrænan hefði enn ekki náð að anda yfir nesin. Tjörnin var kýr og fögur utan einstöku álaboði. Þá ég eftir venju á fótum fyrir allar aldir að láta kúna bíta grasbrúska undan hlaðsteinum. Ég hafði hana í tjóðurbandi svo hún fær ekki á spýtugerðið fúna sem hvarf kálgarðinn. Ég sit á steingarðinum út við götuna og að hlusta á kúna bíta í logninu rétt það bil sem byrjar að rjúka upp úr strompinum hjá henni ömmu minni. Það voru helst öngvir komnir á fætur nema einstökum mókallar með rautt skegg sem sátu upp á grindarvagni, hátíðlegir eins og biblíumyndir. Berjandi latan klár, á leið suður í Vatnsmýri þar sem verið hafa mógrafir meiri en annar staðar í heimi. Eggjahljóðið í pútonum er það bil að komast í hápunkt með öllu því áhuga mikla húmorleysi sem aðalhænsna stíunnar. Þá heyri ég að járngrindinni lokið upp í ganghliðinu á kirkjugarðsmúrnum. Það syngur í hjörunum. Þegar ég lít við, sé ég kvenmann koma út úr kirkjugarðinum og skella á eftir sér. Feita, glansandi stúlku á dönskum búning, með kápuna flípandi frá sér og heldur í annarri hendi hattinum sínum á teyjubandinu, eins og hún bæri skjólu. Fyrst horfði hún á mig, án þess að sjá mig. Hún var í þöngum og ég gat mér þess til að hún hefði tekið daginn snemma til að ganga upp í kirkjugarð að syrgja látinn vin. Hún tók stefnu oní bæ. Einhvern veginn sýndist mér hún hálfhnuggin í göngulagi,
Að minnstakosti vandaði hún ekki gang sinn neitt sérstaklega og hárið á henni var úfið af vindi sem þó hvergi var nær. Þegar hún hefði gengið svo sem 100 faðma í áttina niður í bæ, þá nemur hún allt í einu staðar og lítur við. Hún leit á mig og kinkaði til mín kolli úr fjarska. Ef til vill hafði hún verið svona lengi að koma fyrir sig þessum strák sem sat þarna belju á grótvegnum. Nema snýr hún ekki við og stefnir til mín aftur. Þetta var mikil stúlka að öllu leyti og jafnvel enn meiri að framan en að aftan. Ef til vill hafði hún etið of mikið fransbrauð. Mér fór ekki að verða sel. Ég var óvanur að sjá kvenfólk og fannst það hálf óþægilegt. Ég vildi hún hefði tekið að sér kápuna. Þegar ég sá að hún ætlaði til mín, fór ég að líta undan og var farin að horfa eitthvað allt annað þegar hún kom að mér. Kýrin hélt áfram að bíta. Góðan daginn, sagði stúlkan. Góðan dag, svaraði ég dræmt og horfði út í bláinn. Það gott veður í dag, sagði stúlkan og reyndi að vera alþýðleg í viðmóti. Já, svona í meðalagi, segi ég. Ég að ganga mér til skemmtunar, sagði hún. Læknirinn segi ég sé of feit. Þegar hún kom nær, var ekki trútt mér sýndist hún ívið tekin í framann og hefði fallið á gljáan í augunum, húðin ögn bláleit undir hormónum og það var hey í hárin á henni. Þekkirðu mig ekki, sagði hún. Að minnstakosti þekki ég þig. Hvað heitir þetta? Langaflón, sagði ég. Af hverju þetta skrökvaði mér? Heldur ég sé svona vittlaus? Þú ert með rusl í hárinu, sagði ég. Hún fór upp í hárið á sér og tíndi úr því strá. Það er svolítið mosakló eftir, sagði ég. Ó, hvað ég fegin og segi mér frá því. Viltu taka það úr fyrir mig að því ég hef ekki speil? Þegar ég var búinn að tína það sem eftir var úr hárinu á henni, sagði hún. Má ég spyrja þig svolítið? Hún tók upp ljósmynd úr kápuvasa sínum og rétti mér. Á myndinni var tæplega miðaldra kvenmaður með 2 börn, dreng og telpu. Mér sýndist í fyrstu að þetta væri Ameríkumynd. Því þær ljósmyndir sem við fengum stundum þaðan voru af konum með andlitssvip utanskóarbænda eins og þessi var og hendur afmyndaðar af graftólum, eða fangbróðum við stórgríti og trjástofna eða soðnar af þvottum. En fötin og hárgreiðslan eftir einhverri útlendri aftur úr tísku. Fötin á börnunum voru við vöxt, eins og hefði verið saumað á þau í skyndi vegna ljósmyndarans. Hárið á litlu telpunni var fléttað í 2 tíkarspenna sem stóðu út í loftið og hún glennti upp augun af ótta og forvitni. En strákurinn var byrjað að líta kringum sig á raunsæi. Það undraði mig þó mest að nafn ljósmyndarans var greinilega danskt og undir því jóskt kaupstaðanafn. Af hverjum er þessi mynd? Spurði litla fröken Guðmundsson. Hvernig á ég að vita það, svaraði ég.
Hvar hefurðu fengið hana? Ég fann hann upp í kirkjugarði, sagði stúlkan. Það var einkennilegt, sagði ég og horfði hissa á stúlkuna. Hún lá þar á leiði, sagði stúlkan. Ertu vissum þú kannist ekki við hana? Ég sagði að það var af og frá. Fyrirgeðu, sagði hún, og vertu sæll. Heyrðu, hvað ertu annars langt komin í skóla? Ég sagði henni það, svona hér bil. Hún spurði, hvað ætlar að verða? Ég ætla að veiða grásleppu, sagði ég. Æ, verður nú ekki alltaf að stríða mér, sagði hún. Jæja, nú fer ég heim að sofa. Heldur ekki ég sé byrjuð að megrast? Svo ég rjúki úr einu í annað. Heyrðu, hvað er svona skildur honum Garðari? Það veit ég ekki, sagði ég. Jú, sagði hún, þið eru skildir. Komdu einhvern tíma með honum þegar hann kemur. Gerðu svo vel. Takk, sagði ég. Hún var gengin nokkur skref í burtu þegar hún sparn enn við fæti, eða réttara sagt þessari mjóu tótu sem var á tísku skónum hennar. Æ, hvað heitir hún nú aftur konan hans Garðarshólm? Og hverjar þjóðar er hún? Og hvar er hún? Konan hans Garðarshólm, sagði ég. Ertu almennileg? Nei, auðvitað er ég ekki almennileg, sagði hún. En það væri ekki hægt að hugsa sér meiri skömm en ef hann væri giftur. Heimsfrægur maðurinn og segja engum frá því. Má ég annars ekki skilja þessa mynd eftir hjá þér? Hvað á ég að gera við hana, spurði ég. Kannski ertu svo væn að skila henni fyrir mig í kirkjugarðinn? Mig varðar ekkert þessa mynd, sagði ég. Viltu þá ekki einu sinni gera mér ofurlítinn greiða, sagði hún. Hver veit nema ég geti einhvern tíma gert þér greiða. Ég get svo sem hent þessu spjaldi yfir kirkjugarðsveikin fyrir þig, sagði ég. Nei, ekki henda, sagði hún, heldur fá manninum það sem sefur þarna í kirkjugarðinum. Það sefur nefnilega maður á leiði, útlendingur. Þú er þó ekki farið ofan í vasa sofandi útlendings, sagði ég. Ertu svona mikið svínabest, sagði hún. En þó þú haldir svona ljótt mig, þá vona ég í lengstu lög, þú talir ekki það við neinn. Kannski ger ég þig greiða seinna. Vertu sæll. Að svo mæltu lagði stúlkan á stað heim á leið, einu sinni enn. Í þetta sinn sneri hún ekki við aftur. Ég sat á grjótgarðinum með myndina í hendinni og horfði á eftir henni. Kýrin hélt áfram að bíta. Það var kominn yndislegur þefur af móreik úr strompinum hjá henni ömmu minni. Þegar stúlkan var úr augsýn, fór ég inn í kirkjugarð að svipast eftir útlendingnum sem mér skildist litla fröken Guðmundsen hefði farið í vasa hans þar sem hann svaf á leiði og stolið mynd af konunni hans. En hvernig sem ég leitaði, fann ég engan mann sofandi á leiði í kirkjugarðinum. 27. kapítuli. Tónninn. Prúðbúnir gestir drifu að hjá ritstjórafóldarinnar í ljósaskiptunum þetta síðsumar kvöld og það var heldur en ekki búið að kveikja. Þegar leið á kvöldið fór bæjarmúgur að safnast fyrir á götunni. Þar voru þeir komnir sem hvorki höfðu áhyggjur af undirbúningi veislu né vanda af því að sitja hana, svo sem eyrarkallar og sjómenn í jakka utan úr peysunni. En menn af þessu tagi voru í mínu ungdæmi nefndir tómthúsmenn
af því þeir áttu fullt hús af börnum en öngva kú. Svo og bakarar þeir og smiðir sem stofnuðu borgarmenningu á Íslandi með því að koma sér upp hörðum hatti, standflippa og stokk. Þessir menn sem lifa í sígildri hættu að þeir verði hengdir hvor í annars stað og konur þeirra. Þar voru komnar saltkellingar sem búið var að reka af eyrinni fyrir ellisækir, en það leyti höfðu Íslendingar fyrstir manna sett lög ellistyrk. Þó sá styrkur gerði reyndar ekki meira en hrökkva fyrir tvíbökum. Myndastúlkur á íslenskum búningi sáust á Strjálingi, sumar ættaðar ofan úr sveit, aðrar sunnan úr firði. Leiðinlegir drengslánar á manngildi við mig sjálfan voru að slugsa þar. Og þá létu nú ekki kaldranalegir háðfuglar á sér standa, af því tagi sem hefur verið skildugt fylgifé torga síðan á dögum grísku komindíunnar. Er ég búinn að segja að það var rigning? Það leið og beið og við stóðum fyrir utan í síðsumarregninu. Einstöku sinnum var gægst út glugga eða skugga bar fyrir á gluggatjaldi og það fór eins og snöggur gustur hópinn sem beið á götunni, hann. En alltaf reyndist að vera ekki hann. Hvers væntum við að þessum söngvara? Vorum við kannski eitthvert söngmanna kyn sem hafði brotið hér skip í fyndinni á þögulli strönd og síðan verið að bíða eftir þessu eina kynslóð framf kynslóð? Nú skal ég á engan draga lengur á sögunni. Nema þá framorðið var kvölds og flestir orðnir votir en sumir gagndrepa og myrkur í bænum. Þá ljúkast upp svalir foldarinnar á gátt og lýsir út og fylgir reykur af veislufólki, steik og tóbaki og þar stígur maður fram upp á færður. Margir tóku til að klappa lófum. Þetta var húsbóndinn í húsinu. Hann báknaði fólki að gefa hljóð og tók síðan til máls. Það var efni ræðu hans að hann bað menn ganga heim, því sá sem hér var boðinn til hófs væri ókominn, hafði hans verið beðið kvöldið. En nú var komið bréf frá honum þar sem sagði að herskipið franska, farkostur hans, þar sem hann naut gistivináttu af skipherra, léti í haf á þessari stundu. Garðar Hólm var farinn og bað heilsa. Hann bað að heilsa háum og lágum á Íslandi og óskaði þess að íslenska þjóðin mætti lifa, dafna og blómgast. Nú frá því að segja að eftirvæntingar fólk sem beðið hefði söngs langþjáð af þögn. Það leystist sundur í regninu með þolinmæðisbragði sem tilbenti að ekki væri þetta með öllu hið fyrsta sinn sem það hefði orðið fyrir vonbrigðum. Ég sneri við hrollunni minni svo að derið vissi aftur til þess rigningin færi ekki öll beint onni hálsmálið á mér að aftan og fór að lamma mig heim upp úr því klórinu.
Eins og ég sagði var þetta svo snemma hausts að ekki var farið að kveikja á götutílum en á stöku stað lýsti úr gluggum. Þegar ég komin á Suðurgötu skammt niður undan Melstæðshúsi, þá grilli ég hvar á sniðið mig gengur kona, vafin dökkum sjölum, næsta samlit kvöldinu. Þessi kona var reikul í spori. Litlu munaði að hún fléttaði götuna eins og drykkjurútur. Seinast sá ég hvar hún álpaðist út af vegarbrúninni og hon í skurðinn og fellur þar sjálfa sig. Ég hraða mér til að veita henni hjálp ef hægt væri og þá sé ég að þetta hún Kristín okkar í Hringjarabænum. Meiddirðu þig, Kristín mín, segi ég og reis hana upp og kem henni aftur upp á götuna. Hún var auðvitað dálítið blaut og forug upp úr skurðinum. Ég orðin eitthvað svo skelfing, náttblind, sagði konan, sér til afsökunar. Líkt og við vissum ekki öll sömul hvað henni var farið að hraka með sjón. En þó ég hefði reist hana upp, hélt hún áfram að bóra og þreifa fyrir sér á götunni. Að lokum fundum við það sem hún leitaði að. Það var karfan hennar. Ég rétt skrapp til hans Friðriksens, sagði konan. Það var orð og að sönnu. Því vel mátti finna lykt af negul og kanel og öðrum bakaravörum upp úr körfunni hennar. Ég bauðst til að leiða hana og hún þáð það og tók höndin á mér. Ég fann fljótt að hún var öll blaut og hlaut að hafa staðið að minnstakosti jafn lengi og ég út í rigningunni. Það er mér í blessuð deyfan þetta, sagði konan, að maður skuli verða gagndrepa af að skreppa hérna til hans Friðriksens bakara. Ég leiddi hana upp brekkuna alla leið heim til hennar í Hringjarabæinn. Það var auðvitað dimmt á gluggum og ekki lífsmark með húsinu því Hringjarinn var dauður fyrir 25 árum og svo kýrin. Hafðu sæll stutt mig, barni gott, sagði konan. Hún tók ekki mark á því hvað ég var orðin langur, nema hvað hún var hætt að gefa mér þessa skildugu 10 aura eins og forðum, því miður. Komdu nú inn,